Þennan drottinsdýrðar föstudaginn. Það komið sumar, 27. apríl. Ég veit ekki með ykkur, kæru hlustendur, en við erum í gýr hérna strákanir. Egill, verður velkominn. Sæll, verður blóndi. Hörru, ég heyri ekki sjálfur mér. Það er vandamál. Það er kannski eitthvað sem að flestir halda að þú að vera að glíma við alla þín ævi. Þú náður ekki í mér. Já. Það er alltaf að vera betur á græjunum, ég þarf að segja við það. Það er svona eins og, það er ekki eitthvað bara sem að þú hefur verið að berjast við alla ævi, það heyri ekki sjálfur þér. Það við heyrir ruglið sem kemur úr þér. Akkur heldur þú bara ekki kjafti? Það er komið sumar. Já. Þú byrjar að vera með liðin. Það er annar sumardagur. Enda, the sun is shining. Já, það er enda kannski, það mætti vera aðeins hlýrra, en það er sól og það er alveg fallegt veður úti. Það er officially sumar, það er rétt. Hversu mikil veistlega það? Ekki reyna að eyðileggja það. Nei, It's summer! Og málið er, og núna breytum við félagarnir algjörlega stemningu. Nú? Það er ekki lengur betur. Nei. Þannig að við ætlum að vera töluvert hressari. Já, við erum alltaf mjög hressir. Ég veit það, en hressari. Já. Konseptið okkur í dag. Ég er svolítið kveifar, en ég ætla ekki að láta það hindra hressleika. Já, röddina er ógætleg. Nei, það. Mér er þetta ekki svona eins og þetta Phoebe fékk kvef og gæti sungið Smelly Cat ógstlega flott. Nei, þetta er ekki eins. Okay. En þú hefur væntanlega aldrei verið betri, Egill? Ég hef ekki verið betri. Aldrei, bara í lífinu? Aldrei. Já. Þetta er þetta bara þinn besti dagur fyrir upphæði? Það er nákvæmlega þannig. Já. Þetta er ekki flókið. Við erum að detta í maí. Já. Og hvað er að gerast í maí? Sumar. Já, pluss okkur, ég á afmæli. Já. Úrslitaleikurinn í meistardeildinni er í maí. Já, United er ekki þar. Eurovision er í maí. Já. Ég er mögulega að vera hendi í stuðlaðaball sem verður stórkostlegt, það er í maí. Þú ert með búningapartíið í maí. Viltu að halda að telja hvað er að gerast í maí eða? Hvernig get ég ekki verið stórkostlegur í dag? Ég, Sveppi og Svesso þeir konu í úrslitin í keilunni. Það er líka í maí. Já, ég veit það, en hvað ég anskotan græði ég á því? Nei, ég meina, varst ekki að telja upp eitthvað fyrir okkur báða? Jú, ok, fyrir okkur báða, jú, það er líka stórkostlegt, þannig keilushittið þitt. Já, keilushittið mitt. En við erum líka með frábæran þáttandekur, kæru hlustendur, sem er svona það sem skiptir hvað mestu máli hér í dag. Við ætlum að heyra í Brjánibreka á eftir. Brjánibreki verður á línunni og já, við heyrðum ekki í honum í gær þar sem að hafa frí, sömandagurinn fyrsti, en ég heyrði hendur í honum í síðustu viku, fyrsta sinn í langan tíma. Ég laka til að heyra í... Já, ég ætla að spyrja hann hvað hann ætlar að kjósa á svona. Já. Það er áhugavert. Hvað ætli þessi meistari kjósi? Ég tristum líka ekki að skáða eins. Nei, og svo er talandi að tekka hvað menn ætla að kjósa. Við ætlum að heyra í einhverjum 4 stjörnum og biðja þær að segja okkur hvað þær ætla að kjósa. Já. Við ætlum að gera svona okkar kostningarkönnun. Já, bara, og við ætlum að spyrja the celebrities hvað þeir ætla að kjósa. Af því að sko Fréttablaðið og RÚV og Stöð 2, þau spyrja bara einhvern út í bæ. Tveir harðir, þeir check out the celebs. Það er einu sem skiptir máli. Hvað ætla celebin að kjósa? Það er að skiptir máli. Og svo erum við með svo, ég veit ekki með eitt en það Egill vill ringja í stúlkuna sem að ég ætla að senda ástarbréfið. Við erum að fara í það. Já, ég þarf aðeins að peppa mig upp í það kannski. Við erum að fara í það. Ég er ekki spenntur fyrir því núna. Málið er auðvitað, þetta er eitthvað sem þú málið er. Þetta er að stríða þér, þetta mál. Þetta er ekkert að stríða mér, ég er góður. Nei, þetta er að stríða þér eitthvað. Þú ert alveg æstur í að ringja hana. Þú þarft. Hvað þarf ég? Closure á þetta mál. Þú þarft að loka þessu. Og hérna, ef þið ringjum í hana, þá lokar þessu. Og ég get lofa að þið líður betur á eftir. Þú mátt labba út 10 kílóum léttar. En mér líður vel núna. Nei, þetta er bara að hangið við þér núna. Frá því þú var 16 ára, allt niður við þig hérna á Sauðárkrók. Leggjandi allsbreyð í rúmi, blindfullu. Æ, hættu þau segið, í 90. sinn. Sko, skalláttu. Já, ok, ég er hættur þessu. Þú varst með hár, 16 ára, það er bara hann. Hvernig mistur það aftur? 24 ára. Ákvað ég að taka stóra skrefið. Líka veistla. Já, það voru líka, menn voru byrjað að pikka í mig, sko. Og Pepsi, ég var að fá auka ábendingu með mæ, sem er veistla. Pepsi-deildin byrjar í mæ líka, sem er upp á deildin í öllum heiminum. Já, það er alltaf að gerast í mæ. Þannig að, já. Veistu hvað afmæli saman dag og ég? Áður og hún setur í lag. Hver? King Ronnie Coleman, bodybuilder. Á hann afmæli líka? 13. mæ, eins og ég. Ok, tala hvað yfir það. Ef þú ert eitthvað spenntur fyrir afmælisbönnum, og þá á Kevin James, vinur minn, Doug Heffernan, afmæli í dag, 48 ára. Það er snillingur. Þetta er bara brent út eitthvað ammælisblað. Já, svo líka Channing Tatum. Þú veist hvað það er? Hann er sexy. One sexy human being. Wow, hann er sexy. Hann er jakkamall við, hann er 33 ára í dag. Já, og sexy. Hann er fellow bodybuilder. Já. Eins og við félagarnir. Þetta eru tvö svona heitustu ammælisbörnin í dag. Skulum fá hér smá Outkast og byrja þessa veislu. Eins og þið heyrðuð nógum að vera hjá okkur strákum í dag. Forever, forever, ever, forever, ever. Infidelity and be cheating, beating, and the to the G, they be the Kast með Miss Jackson. Sitjum hérna, ég og Egill Einarsson og verðum alveg til 6 í dag. Og Egill, þú veist fæntalega hvað erum að fara í núna? Við erum að fara í slúður. Hárrétt hjá þér.
Það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og ég hef nótt verið með betri pakka en hann er svona allt í lagi. Hvað eru þið í dag? Nei, ég ætla náttúrulega að byrja á því að óska Brian Ecclepen og konu hans til hamingju með giftinguna. Og hvað með 6-pack of beer? Já, hörru, þú átt inni Gipa Corona. Þau eru giftu sig fyrir viku síðan og hafa bara aldrei verið hamingjusamari held ég. Ég pakkaði það saman þar. Gríðarlega flotta myndir af minn á Facebook og allir ástofnir. Þannig að það er svona... Hvað heldur þessi langt í hann skýri sig Brian Ecclepen og þannig Brynjar Már Ecclepen? Já, hann bara fara alveg yfir í... Settu bara inn Brian. Já, hann kallaði sig það sko. Á símsvarunum hans segir hann This is Brian Ecclepen. Já, ég er með Facebookið hans opið núna. Þetta eru stórkostlega myndir að þeim. Já, það eru mjög flottar. Ástfanginn og bara flott. Hann líka vel strípað núna kallinn. Já. Mjög ánægði með hann. Hann er búin að strípa sig vel upp og kaffi brúll líka. Ég er auðn. Ég er mikla ráðugjur einu. Ég þarf að fá bara þig, þú veist, málið er. Út við einu minn. Ég ætla að segja mér. Ég er sveiflast alveg til og frá þessa dagana. Á ég að strípa mig fyrir sumarið eða ekki? Þú verður að hjálpa mér í þessu. Mér gæti ekki verið meira sama. Bara frá hjartanu. Gerðu bara það sem ég sýnist maður. Já, þetta því að það er að koma sumar, ég veldi að mámar á sumarlegur. Hvað máli skipti það mig? Gerðu bara svona vilt. Ég var að beða aðstöð og þarf að skýta ekki í þig. Já, bara hvort þú er að strípa eða ekki. Það heldur að ég Hvort verður meira klári í mig ef ég verður strípaður eða svona? Ég var aldrei klárið þig. Hörru, það er mitt. Varstu búin að gleyma þegar við vorum að taka bara hættu þessi, ég var að gangi í svefnu, það var ekki eins og ég ætlaði að fara. Ég var bara að labba eftir vatnið eitthvað. 10. sinn var þetta með þetta kjaftaði. Ok, hvað er að fara nú? Svo er það Jennifer Love Hewitt. Manstu eftir henni? Ég var að segja Jennifer Lopez. Nei, það var ekki Jennifer Lopez, heldur Jennifer Love Hewitt því miður. Það gæti verið að hún sé að verða nýjasti dómarinn í X-Factor hjá Simon Cowell. Ég skil það reyndar ekki alveg. Þetta er leikkona sem sló í gegn fyrir 10 árin síðan cirka í kvikmyndunum, hvað heitir það áttur hann? Já, einhverju úlingamyndunar. Draugamyndunar hann. Ekki Scream heldur, já, I Know What You Did Last Summer. Hún var alltaf einhverju myndu með Freddie Prinze Jr. líka það ekki? Jú, og hefur leikið í nokkur myndum. Allir grínararnir voru alltaf með Jennifer Love Hewitt tits. Hefur þið það aldrei? Það er mjög fyndið. Já, mjög fánulega fyndið. En málið er... Ég veit ekki okkur að Simon ætlar að henda henni í X-Factor. Everybody loves a comeback, auðvitað. Já. Simon Cowell veit, hann hefur trú á þessari stelpu. Þetta er ekkert óreglum. Hún er búin að vera að leika í Ghost Whisperer á Stöð 2. Hún er mjög vinsælum þáttum úti, sko, þannig að þetta er ekkert comeback hjá henni. Ghost Whisperer. Ég veit ekki okkur að vera að tengja hana við tónlist. Aldrei hirt þetta nafn, Ghost Whisperer. Nei, hétt eitthvað. Þú veist ekki hvað það heitir, þannig að hún er bara allt niður þessu. Ef hún væri búin að vera leika í, þú veist, einhver alvöru þáttum, þá er hún, Ghost Whisperer, hún er allt niður þessu. Þannig að málið er, everybody loves a comeback, Simon Cowell veit það, þetta er ekki óreglumanneska, þetta er ekki einhver Lindsay Lohan típa, hún er bara reglumanneska, gefðu henni sens, gefðu þú henni sens. Gefðu þú henni sens. Ok. Það var bara öður. Já, ég veit ekki, þú veist hver hann er. Þetta er Simon, þetta er hún og hver? L.A. Reid og Demi Lovato. Hann er fullkomna húð. Það er reyndar eitthvað verið að tala um að selurinn L.A. Reid, já, hefur þið séð húðin á hann, hann er eins og selur, alveg spikk og spann. Þú segir ekki að rósa hann mikið með að kalla hann sel. Jú, hann er með svo fallega húð. Hefur þú klappað sel? Það bara finnur ekki mýkri og betri húð. Ég hef klappað höfrung, ég hef kysst höfrung. Selur er svipað. Það var stórkastlegt atriði í lífið minni, ég kysstu höfrung. Húðin á höfrung og sel er ekkert ósvipu og L.A. Reid er alveg eins. Kallaði frekar höfrung, selur er spikfeitir. Já, ég menna, hann er ekkert... Þú ert ekkert að hrósa að kalla sel. Hann er ekkert í toppformi, L.A. Reid. Aldrei ekki. Jó, kannski, reyndar. Hann er ekkert eins og En þetta átti að vera hrós. Hann er ekkert eins og hvað heitir hann í Jackson, Já, Randy Jackson. Já. Þú hittir eins og ný. Já, ég hitt hann. Þú sagði, Randy Jackson, huge fan. Já. Ákveð fæst ekki myndaði með hann. Ég var ekki með þannig síma þá, á mér. Nei. Annars sagði ég alltaf tekið, ég er huge fan. En hann veit núna að Honorable Blondale er a huge fan. Já, ég sá hann það. Svo er, loka slúðrið, það er hér af, leikaranum Bradley Cooper, en það er verið að orða hann við, leikonuna Rachel McAdams. Hann er sexy. Já, hann er mjög sexy. En Rachel McAdams leika mitt í Notebook og er fyrrverandi kærasta hans, Ryan Gosling. Þannig að það er... Hvað veist þið meira sexy, Ryan Gosling eða... Bradley Cooper, þú spurðum mig aðeins fyrir viku eða 2 vikur síðan. Er þetta bara eitthvað svona hjartans mál hjá þér? Þið eru 2 mött sexy gæðin í heiminn. Já, ég var búinn að svara þér. Ætlar að spyrja mig hverjum fyrst þetta? Svaraði bara eins og hver er þinn maður? Ég er Bradley Cooper maður. Ok, en Bradley Cooper er Matthew McConaughey. Erum við í þessu leik? Á Keflavík Music Festival. Þeir sem kaupa miða eða eru nú þegar búnir að kaupa miða geta skráð sig í leikinn með því að posta mynd af sér með miðan á keflavíkmusicfestival.is. Á
á Keflavík Music Festival á næstu N1 stöð. Send okkur myndavél með miðan þinn og skráðu í leikinn á Keflavík Music. Hægri grænir ætla að taka upp námsstyrkjakerfi í stað námslánakerfis. Hægri grænir. CCP og Polar Beer Léttöl kynna Retro Stefson, Skálmöld, DJ Margeir og bandaríski mashup-meistarinn C-Trick. Party at the top of the world, Fanfest 2013 í Hörpu, laugardagskvöldið 27. apríl. Miðasala á miði.is. Hringurinn, besta þýdda táningabók síðasta árs að mati bóksala komin í Kilju. Hringurinn sambland af Hungurleikunum og Harry Potter, segja gagnrýnendur. Bjartur. Væri maður ekki langlegana með að kaupa sér heilt lið fyrir svona upphæð? Það klárlega komið tími til að tippa. Það eru 180 milljónir í risabottunum í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2, við tippum. Ég Erpur Eyvindsson. Ég decaf sojalatte þambandi mussukledd feminista þurrkunda. Ung vinstri græn. Dominos kynnir. Falskur fugl fær frábæra dóma. 4 stjörnur í Morgunblaðinu. 4 stjörnur hjá RÚV. 3 stjörnur í Fréttablaðinu. Stórgóð og áhrifarík. Falskur fugl. Sjáðana í bíói. Intersport óskar öllum gleðileg sumars, en hjá okkur færðu mikið úrval sumargjafa fyrir alla. Boltar, vassbyssur, hjólabretti, hjólaskautar, hjól, hjálmar og margt fleira fyrir útileikina. Intersport, alvöru sport. Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabáta leið heim úr vinnu. Segir svo bara við konuna að ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðileg freisting. Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook-síðu Pepsi Max á Íslandi. Ekki eitt hrun nóg? Segjum nei við spillingunni. Lýðræðisvaktin. excelvaktin.is. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egilsgull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Hægri grænir ætlaðu útvega öllum námsmönnum fríar spjaldtölvur. Hægri grænir. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á FM 95 blöð, 2 harðir með ykkur á þessum föstu degi og já, það nú ekki verið mikið pólitík í þessum þætti, Egill. Nei. En það komið að því núna. Það svoleiðis? Já, það sem við ætlum að gera núna við Egill að við ætlum að gera svona okkar eigin könnun nema við spyrjum ekki fólki í landinu, við spyrjum the celebrities. Þeir eru að spyrja the celebrities eða the hot celebrities? Hot celebrities. Já. Við ætlum að ringja í 4 sjóðandi heitastjörnur. Við nennum ekki að ringja celebrities. Nei. Við ætlum að ringja the hot celebrities. Auðvitað. Gæja sem eru sexy, skemmtilegir, fyndnir. Ok, let's break it down. Hvaða 4 eru að vera að ringi? Ef þú ættir að nefna með bara einhverja 4 heitustu stjörnur landsins, hverjar eru það? Logi Bergmann, Simmi Karlsson, Ásjó Kolbjörnsson og Tattoo. Komið, ringi með þessa 4. Byrjum bara hér strax á hverju við að byrja. Ekki byrja bara á Loga. Luigi, Simmi, Kolb, Tattoo. Þetta röðin. Ég kom okkur beint að efninu bara. Já. Er það Logi Bergmann? Já. Sæll og blessaður, þú ert hér í beinni útsendingu hjá 2 hörðum. Já, auðvitað. Hvað segirðu gott? Ég léttur. Nei, það ekki, þú ert alltaf léttur. Luigi Bergmann, hvað ætti ég þetta snúðið? Nei, ég búin að hérna, Hvað ætti ég þetta snúð? White chocolate mega cookie. Mega cookie? Nam. Já. Það koma sumar, Logi, verður að rífa það í gang. Þetta að koma, ég verður að tóna þeirra. Þetta ekki flókið, við erum að ringi fólk núna hvað allar að kjósa á morgun og ekki eitthvað tala í kringu, að segja það bara og síðan... Nei, ég get bara ekki sagt þetta. Ældu þið út úr þér. Bara stöðuna vegna, mun ég ekki segja þér hvað Við erum að tekka á Hot Celebrities. Logi Bergmann, hvað kýrst þú á morgun? Hot Celebrities, hvað kýrst það celebrity? Ég get ekki bara, ég kýs að svara þessar spurningu. Luigi Bergmann, hættu þessu, hvað kýrstu? Nei, það bara henni. Ég get ekki svara.
hætt að tala með raskatinu, Logi, segðu það. Já, ég er bara... Segðu það. Þetta er styrst svona hluta svo trúveruleika sem þú munt aldrei rekast á. Þú myndir ekki þekkja að þú kemur og sparkaði raskatinu. Var þetta nöðsynlegt? Þetta var þetta ágætis K.O. Þetta nöðsynlegt? Nei, þetta var óþarfi. Þetta var særandi? Mjög særandi? Ég veit að þetta var pínu særandi. Vá, þetta kallaði K.O. í myndinu. Mónaði líðið betur núna. Takk fyrir þessi særandi ummæli og halda hún að borða það snúð. Það var gott. Bye. Sko, hann er fréttamaður, hann gæti ekki sagt okkur hvað hann er að fara að kjósa. Við þurfum að finna eitthvað... Rosa lindamál er þetta alltaf. Já, hvaða... Hvað segja menn það ekki? Hvað er svona heitast þessi lepi í dag? Það heiti sem að, Kastljós. Já, ætla að segja hvað að gera í honum í dag. Hann er með kostingarsjónarbyggð og svona. Hann hefur auðvitað þvílíkan tíma fyrir 2 harða. Það er ekkert að gera hann. Það er ekki auðvitað 15-20. Sko, hann er ekki að heyri okkur að venjulegu fyrstu deg. Hvað þá núna? Það er bara með snúð eins og Logi, vantilega. Það er allt bíl. Já. Simmi. Já. Sælminu, 2 harðir hérna. Sæll verði. Ég bara má ekki byrja að tala við ykkur. Hvernig ertu? Hæ, fín. Já, það ekki. Er alltaf miljón út af kostingarsjónarbyggðinu? Já. Já, okkur grunaði það. Sigmar. Ég er að vera bara einu skilabóð. Vorum við bara á það í kvöld. Sigmar, í hvert einasta skipti sem við ringjum mig, þá segir ég ekki tíma að tala við ykkur. Ég veit það. Nei, menn, veist þetta fallegt það? Án gríns? Nei, þetta er bara, þú veist, seinni parturinn á föstudegi og... Þetta er eitthvað 10 sekúndna símtal, þetta er ein spurning, þú svarar við skellum á. Málið er dött. Ok. Hvað ætlar að kjósa? Lindó. Við erum að ringi Hot Celebrities, Simmi. Segðu okkur hvað ætlar að kjósa. Nei, ég ætla ekki að segja Við viljum vita hvað þið Hot Celebrities kjósa. Þetta eru leynilegar kosningar. Við erum að ringi þig, Loga Bergmann, Ásgeir Kolbeins og Jón Gunnar Gerdal. Ælduðs út úr það, Sigmar. Ég nenni ekki að koma og nota þessi 100 kilo af vöðum og kreista þetta upp úr þér. Án gríns. Logi Bergmann vildi ekki heldur segja okkur. Af hverju er þetta svona mikið Lindó, Simmi? Það er bara réttur fólks að hafa þetta fyrir sig. Já, ok. En minna, þú ert svo opinn og skemmtilegur. Ekki með þetta. Ég er ógeðslega leiðilegur með þetta. Og maður stannar enda líka. Já, það ætlum við ekki að baka. Nei, þá hvað ég alveg, ég nenni ekki að tala ykkur. Nei, við nennum ekki heldur að tala við þig. Þegar við bara raskatu. Ég heyri ykkur. Já, bæ. Jesus, leiðandi maður. Wow. Illa þreyttur. Herðu, þá var það Kolb. Það segir alltaf hann segir maður nenni ekki að tala við ykkur. Já, sko, hann á bara að vera fegin að við nennum að tala við hann. Hvað gerðu honum eða? Ég skilði það ekki. Ekki okkur að kenna hans ég hættur að drekka, sko. Annars svo segir að kenna okkur það. Herðu, maður segja. Hvað það er ekki bara bjór og pönnukökk og grótaldur kjall? Já. Ásgeir Kolbeins, the man of many Kolbs, Kolb Father. Wow, já, það er hann. Kolb Line. The Kolb Father. Hey, wow. The man of many hair products. Shit. Mr. Perfect Skin. The Kolb Father. The man who can go no wrong. Hvað segirðu? Það er rugglega það. Er þetta ekki góður? Jú, ég er ríkilega góður. Þetta er ekki flókið okkur í dag. Þú ert í beinútsendingu hér hjá 2 hörðum. Já, það er sem komið föstudagur. Það er komið föstudagur og við erum að tjekka hvað the hottest celebrities on Iceland ætla að kjósa. Já, mennar. Við völdum þetta eru 4 celebrities. Þetta er þú, Luigi Bergman, Simmi Kastljós og The Tattoo Man. Já, ok. Ég einhvern veginn gef mér það samt að bæði, sko, Luigi Bergman allavega og Simmi sé ekki mikið að gefa það upp. Jú, það er allir búin að svara okkur. Hvað ætla þú að kjósa? Þeir eru ekkert búin að svara. Ég skal finnst þið ringið í mér þess að. Nei, ég sverða, við erum búin að tala um að báða. Þeir voru mjög opnið með þetta. Já, þú voru bara gínunni fyrirleik. Hvað var skemmtilega við þá? Hvað ætla þeir að kjósa? Já, við megum ekki láta það af áhrif á þig. Hvað ætla þú að kjósa? Já, veitu hvað áhrif á mig? Ég er ákveða það. Já, bara... Hvað rugglar þetta? Hvað ætlar að kjósa? Þetta var fjölmiðla maður hjá Rússi að gefa það upp. Já, hann var ekkert smá opinn með þetta. Það var skemmtilega við þetta, hann var opinn og hress. Ældu svo út úr þér, Kolbeinn, sem segði þetta bara einfalt svar. Ég er bara loku bók nú. Segðu það! Býtu, heldur þú, ef þú segist alltaf að kjósa framsókn, hvað heldur hinni flokkandi mæti ekki austur þá eða? Hættu þessu, hvað ætlar að kjósa? Það getur bara vel verið. Nei, hættu þessu, Ásgeir. Hvað ætlar að setja X við? Já, ég get ekki þetta. Og mig grunar, má ég segja sem mig grunar þess að þú kýst? Já, og mig grunar út af því að það er búið að skattleggja hárvörur alveg... Góður punktur. Bara upp í raskat. Bara, sko, góð hárnæring í dag er svona helmingi dýrari en þú var. Djöfull er ég að spara, maður. Þannig að þú ert væntanlega að kjósa flokki sem er að fara að minnka þetta skattan á þessu drasli sem er væntanlega þá D. Það er mjög líkið, þetta getur verið rétt í þeirra. Þannig að Kolbeinn D. Glæsum við takk fyrir svarið og við ætlum að hringja næsta mann. Bye. Gaman að heyri þér. Hann svaraði bara. Nei, hann svaraði bara ekki. Hann lét þig segja, en getur þú sagt mér, okkur er þetta lindamál fyrir Ásgeir Kolbeins hvað hann kýs? Ég veit það ekki. Ég skil, hinnir eru fréttamenn, sko. Akkur ælir maður ekki búið sér, án grís. Hver er næsti? The Tattoo Man. Tattoo Man.
Það er vantarlega búið að skattleggja ávegst alveg upp í drass líka. Þannig að hann er vantarlega að vera... Jón Gunnar. Wow, Lemon Boy. The Lemon Man. Hvað segir Lemon Boy? Ég er æðislegur. Það ég? 2 tómir. Við erum ekki 2 tómir, við erum 2 harðir. 2 tómir? Var þetta... Hörðu, hann er búin að vera mjög særandi núna. Já, Logi Bergman líka. Logi Bergman mjög særandi líka. Og þá var það hringi spurningum með konginn. Við erum ekki fjögur hot celebrities, þig, Luigi Bergman, Ásgeir Kolbeins og Simma í Kastljósinu. Þetta er þið 4 sem fáið... Og þú ert síðastur. Þú ert síðastur að... Það er ekkert annan maður, þetta er ekki smá listi. Og þetta er bara einföld spurning, Ísland, Lemon Boy, hvað ætlar að kjósa? Ég bara veit það ekki ennþá maður. Grjót, haltu kaffi, nonni. Það er allir búin að svara. Ok, þá spyr ég á móti, hvað kjósa 2 glerharðir? Eru við í ykkur yfirreyslu hérna? Nei, ég vil ekki það spurt knoll og tótt tilbaka, sko. Byrja þú að svara? Hvað ætlar að kjósa? Ég er í alvöru ekki, sko. Ég er ekki viss. Ég hef hallast að bláa höndinu og eitthvað, sko, en ég er svona einhvern veginn veit ekki, veist. Já, þú veit náttúrulega, það er búið að skattleggja ávegst alveg fyrir raskat, eða ekki? Og þú veit náttúrulega að kaupa alveg mikið ávöxtum inn. Jú, þeir kosta aðeins. Já, en þú vilt vantarlega að skattar séu lækkaðar þar, en að ávöxtinu kosti minna og þú fóðu meira cash, þannig að þú ert líklega að vera hendi í D. Það er stórkostlega einföldur, en já, takk samt. En hvað þyrstir að kjósa til þess að fá ódýrara tattoo? Ég vænti að bara fá með eitthvað annars en Ísland, held ég. Okidoki. Ég dýrka dýrtina í þessum spurningu. Ég hlakka til þess að föstudag að fá símtal frá Halló Ladda og bara til að fara í þess að mannvitsbrekku með ykkur. En þið 2 eru. Jæja, Lemon Boy. Þetta tækifæri og þakka það fyrir bara á allri einlægni. Ok, Lemon Boy. Gaman að heyri þér líka. Takk fyrir svarið þitt. Bye. Takk fyrir hreinskilina. Bye. Hann var D, Ásgeir Kolbeins var D. Voru þeir ekki allir D bara? Ég held að. Mér finnst það að heyrist á snáðin. En þetta var... Stæla samt í fréttamönnunum. Já, vil ekki segja okkur. Þú eru báðir leiðilegir. Já, ég veit það. Logi særði mig og Simmi vildi ekki tala á okkur. Já, Logi hendi bara í KO að því. Þetta var, já, könnun. Takk ég harða. Könnun 2 harð. Hér með She-Wolf. Þeir eru að hlusta á 2 harða Auðun Blöndal og Egill Einarsson hér þennan, já, flotta föstudag. Það er sumarauðum. Sumar, kosningar á morgun og bara allir í dundrandi fíling, held ég. Styttist ég að við förum í sturla staðreyndir. Brjátbryggi verður á línunni hjá okkur eftir. Og síðan ekki gleyma að því að hringi í stelpuna sem þú varst ástókin að 16 ára og varst nakin að skrifa ástarbréf. Því lík veistla hjá okkur. Sjálfónum í dagur. Sjáum til með það. Það er maður farið það. Gæti verið myndur hringið hann á þér. Það er samt, ég skil ekki. Þú ræður tónlistinni, þú ræður öllu hérna. Ég ræði ekki tónlistinni, þetta er bara playlisti. Ég sé þið oft í lítið hlutum hann og færa til lög og ekki reyna að ljúga. Nei, það fæ ég alltaf skammir, sko. Já, King Brian Ekleben átt látið að heyra. Hvernig er að láta Brian Ekleben þegar mann látið að heyra? Það er ekki svolítið, líður ekki svo bara tænlegu baby? Já, þú vilt bara aldrei fá einhvern til að láta að heyra það, sko. Það er bara aldrei gaman, sko. Hérna, já, ok, þannig að hvenær förum við hringi í ástabriðu stelpuna? Það er á eftir. Ok, það var á eftir. Ég hlakka henni mikið til. Já, frábært þér. Hérna, en Egill, ég var að sjá hérna könnun. Já, könnun, ég var að sjá hérna frétt alltaf að segja. Okay. Það er, sem sagt, það eru síamstvíburar úti, hvað heitir í Rússlandi. Okay. Og það átti að fara, sem sagt, að aðskilja þá. Já. En nú er búið að hætta við það. Þetta strákar stelpur? Já, 2 strákar. Okay. En þeir eru hætti við, þeir vilja núna bara vera saman. Það sem eftir er. Ok, það er fallegt. Já, það var eitthvað, minnir mann bara bíómyndina þetta með Matt Damon og þeim. Já. En ég ætlaði að spyrja þig, ef að kemur tíðin eitthvað svona, ég veit ekki, þetta er náttúrulega bara svona, veist, make-believe. Ok. Ef að kemur tíðin eitthvað bara svona álfur. Ok, lítill sætur álfur. Hann þarf ekki að vera sætur, bara álfur. Ok. Kemur tíðin og hérna væri að koma frá Jay-Z. Bara Jésu væri búin að skipa honum. Senda álfinn til mín. Já, þú væri búin að gera eitthvað að þér eitthvað þannig að... Er ég í ræktinni? Er ég kannski í bekk eða eitthvað? Hún kemur og hoppar og svona labbar að mér. Nei, þú ert bara heimahöður eitthvað. Já, ok, er ég heima bara. Já. Í stofu. Já, og hann kemur og segir, herru, það komið tíma á refsingu við þig. Þú þarft að fá einhvern, bara það þarf að festa einhvern við líkamannaðir og hann verður með þér það sem eftir er. Þú veist, bara eins og síðanstýpurar, þeir eru bara saman það sem eftir er. Okay. Og þá er hann alltaf við hliðina á þér, bara hausinn og allt. Þannig að þú fengir hálfan búk á þig. Hvern myndir velja? Þú yrðir að velja eitthvað. Á ég að velja
Eitthvað sem ég þekki ekki eða eitthvað sem ég þekki? Ég að spyrja, hvað myndur þú segja ef álun? Ég meina, þú þekkir ekki allar að fara að kynnast einhverjum bara... Nei, ég geti sagt, þú veist, Ríhönnu, til dæmis, skilur. Já, við erum með hana hálfa með þér alltaf. Já, til dæmis, en þú veist, það kannski... En ef ég ætla að velja félaga, ok, hvernig ætla að vera? Kannski King Mike, nei, hvað stundum, þig. Ég myndi alveg þig. Ói, nei. Jú. Nei, ekki gera mig. Ég get lofað myndi alveg þig. Nei, ekki gera mig, ég hef engan áhuga á þig. Gleymdu því. Jú, ég vel þig. Þú varst að spyrja mig. Ég geta með að svara það ekki. Ok, en byrju, en þú mættir að... Á hverju viljur ekki kjöpa eitthvað? Á hverju viljur mig? Nei, bara þú veist, þú ert að fjalla bodybuildur, sé ég. Hvað heldur þau? Það er að síðasta sem ég myndi velja. Ég tekið í ræktina, þú myndi ekkert væla. Ég myndi ekki svona, bara, auðvitað að fara í ræktina. Það er ekkert okkur, ég nenni ekki. Það er bara farið í ræktina. Ég þarf náttúrulega að taka skrefin með þér. Og þú ert ekkert skítandi allan daginn líka eins og, veist, ok, frábært. En ég veist að ég hef ekkert á tilfenguna, Egill, að þú viljir að mér líði illa. Það er ekki rétt. Jú, þú hlóst þegar að sitt í skoruðu þegar ég var með á leiknum, samt ertu United maður að þú vissir að það myndi koma, þetta var bara viðbjöða fyrir mig. Þú vildir að leiknum er þið fresta þegar ég fór á Tottenham-leikinn þegar það var snjókoma. Ég veit ekki hana. Þú vilt að mér líði illa. Þú ætlar að setja mig fastan við líkamæðin núna. Þú veist ég hef engan áhuga á því. Ég held að geta þér gaman. Nei, og það er líka flúst, máli, og þess að við vorum á fótballleikundaginn, fórum á tapleik, vanalega væri það þunglind og leiðendum og myndi labba með fílusöp, en ég hló allan tíman. Já, af því að þú veist að mér leiði verð. Þannig mann vil ég hafa fastan að mér, sem kemur í gott skap þegar við töpum. Já, ok, við ætlum að fara hér í örstuðskilabóð, svo er það sturlaða staðrendir og já, það er bara allt að gerast. Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. mótni hjá Yngva Eysteims drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Hér með Not Giving In, eitt heitasta lagi á stöðinni í dag. Hann er á leiðin til Íslands. Má ég búið upp á slæði með döðir? Verður hér í Keflavík. Já, það er ekki Sæ. Það er Sæ. Það er upp á slæði mitt. Hvað er verðingu fyrir því? Það er stöðlæðinu þínu þá. Nei, ég manna í stöðlæðinu. Það er manna í stöðlæðinu? Ég manna, já. Styttist ég við hringjum í Brjánbreka og fleira en það er komið að bam, Egill. Sturlaða staðarindir. Það er rétt hjá þér. Yeah. Sturlaða staðarindir og já, ég ætla að byrja bara hér strax á nummer 1. Erst þú tilbúin, Egill? Ég er klár. Já, ég held að hlustendur séu klári líka. Allir tilbúinir sturlaðar, hér kemur fyrsta. 17% fullorðna viðurkenna að þau pissi í sundlaugina og heita pottinn. Hvað sem er? 17%? Já. Hefur þú skitið í sundlaug? Nei, og ekki mýið heldur. Ekki það aldrei bara svona að hugsa, ok, það sé engin í lætinn vaða hérna. Nei, ég heyra að þú hefur greinlega gert það. Nei, ég er bara að spyrja þig. Nei, ekki bara. En í bláa lóninu og renna niður 3-4 ísköldum og nennir ekki að standa upp og hlaupa inn. Nei. Viðurkendu það? Nei, ég er ekki í þessu. Okay. Viðurkendu það? Hvað, er þetta, er þú í þessum 17% með? Kannski þegar ég var að Tiny Little Baby þá hefði það verið óvart að því ég held ekki þvægi en svona síðan ég gæti stjórna þessu sjálfur þá hendi ég mér upp og pissa sko. Varstu alltaf skítandi og skrakki? Nei, bara eins og aðri krakkar. Ég var ekkert eitthvað þekktu fyrir það í Breiðholtinu, sko. Herru, já, það er næsta. Vitandi að þau ætti eftir að taka upp kynlífsinu í Titanic ákvað Kate Winslet að flassa Leonardo DiCaprio þegar þau hittust í fyrsta sinn til að brjóta ísinn. Þannig að þegar Leonardo DiCaprio og Kate Winslet hittust í fyrsta sinn að flassa hann brjóstin. Já, hún hefur verið fárveik. Til að brjóta ísinn. Nei, þetta svín virkaði, segði Líó, því að þau hlófu mikið að þessu og hafa verið bestu vinni síðan. Þannig að það er maður að var einhver að núti sem vilja brjóta ísinn. Bara að flassa? Já, ef hann er girt niður þessu og sínt sér hann í liðmir, hann hefur verið handekinn sko. Rosa flippaði og hún gerir þetta sko, sína á sig jölunar. Já, það er... Hann hefur verið snúið niður bara.
á lögreglunni. Hann hafði ekkert fengið að leiki myndin. Já, hann var að leika inn í einhverju kynlýsatri, ákvað bara flassana og gera allt klárt. Snúið niður. Það er líka eitthvað öðru yfir sig, maður. Nei, það var nákvæmlega sama. Nei. Það er sína sér blöðurnar og hver er myndurinn? Já, mér finnst þetta grútlegt hjá henni. Þú sér þetta einhvern öðru sem ég. Já, þá er það næsta. Já, hvaða orð er þetta áttur? Gróaning. Gróange á ensku. Hvað anskatum þetta að segja? Já, gróange. Já, á ensku er þegar þú fær kynferðislegt kikk á að horfa á annað fólk borða. Guð minn almann. Þá er þetta veikur. Þá er þetta búið. Ef maður þetta er einhvern tímann inn, þá stimpaði ég út. Þá bara fer ég bara á gamla góða stimpiklukkuna. Það er eitthvað svo rátt. Þá er þetta búið, þá gríns. Það er bara að setja okkur veitingstað. Veitir, hvaða grettir sér bröður? Það er ekki neitt, ekkert. Bara horfa okkur hendi sér Big Mac. Nei, þá er þetta búið. Þetta er alveg skelvilegt. Þetta voni ég lend aldrei í þessu. Nei. En samt, sko, þetta er samt þægilegt. Þetta er búið að létta fyrir það að verða horny. Ef út í það er farið, þú ert bara að fara á okkur veitingastað eða bara að fara að borða með vinninum. Ég meina, sko, hvað er nákvæmlega verið að borða þarna? Þú veist, ef þú er að borða Big Mac, það myndi ég gera neitt fyrir mig, ekki neitt. Nei, en Reynir Örn Þrastason, Pretty Boy, sem snýri hérna á lottokúlun, hann var alltaf sem bara banana, til dæmis. Það geti gert eitthvað fyrir mig, ég veit ekki það. Já, það kemur ekkert gróeins við, það bara kemur tvíkynnið þinni við, held ég. Tvíkynnið þinni? Hvað, er ég tvíkynnið á hlýðinu? Ég minn, ef það æsið eða Reynir, Pretty Boy og Lotto, hann er að borða banana. Já, það er kannski að fara að skoða það. Já, þá er það næsta. Tilfinningalegu sásauki endist í 12 mínútur án þess að hjaðna eftir einhver eða einhverjar slæma fréttir særa þig. Það er búið að taka tíman á því, það er bara 12 mín. Já, og það sem að ég fór eitthvað að lesa hans meira um þetta, það er sásauki sem hjaðnar ekki. Fattur, ef að þú rekst í eitthvað ógeðslega vont, þá er það kannski bara í mínútur svo skánar það, en tilfinningalegu sásauki endist í 12 mínútur. Já. Ok, en ekkert lengur, sem að búið? Nei, en svo fyrir hann aðeins að hjaðna. Já, sem ykkar aðeins, ok. Þannig að þú veist, þú verður ekkert feskur. En ég fóð samt svona að hugsa út í þetta, það er svolítið til í þessu. Maður er nú gest nokkuð sinnum á lífið mann sem maður hefur verið særður, sem er leðilegt. Það er slæma fréttir. Já, og það er ógeðsleg tilfinning. Ég vil frekar handleggsbrotna. Það er einhvern veginn, að geta ekki losna við eitthvað úr hausnum eða líkamannum. Ég held að séu nokkru að núti sem vita hvað ég er að tala um. Ég hef handleggsbrotna. Já, ég er ekki að tala um það, en þú veist, ég er að tala um þú ert særður, þú ert bara, þið líður hrikalega, þú ert særður tilfinningalega. Já, búið að særa þig. Já, það er alveg, það hjaðnar ekkert í 10-12 mínútur, en það er svolítið til í þessum. Já. Ok, þá er það næsta. Fátækir stunda meira kynlíf en ríkir. Sturlu starrend. Það er nákvæmlega þannig. Já, það er, kannski, það er bara fínt að vera fátækur. Það er bara svo leiðis. Já, segjum við það. Svo er það hér, það er til vekjaraklukka sem heitir Klokki sem fer og felur sig þegar hún vekuði, þannig að þú getur ekki snúsa hana. Mjög langar þessa klukkum, maður. I'm buying that right now. Já, þetta er bara nákvæmlega sem ég þarf. Hleypur það bara inn í skáp, loka skápnum. Já, menn hún er ekki með hendur, en ég held hún fari bara svona undir rúmi eða eitthvað. Þú veist, þetta er okkur á dekkjum eða eitthvað. Snillingur bjóð þetta til. Hvað sátt hún bara fyrir? Klukku bara með hjartslátt og augu sem fer bara inn í skáp og lokar. Já, bara tróða sér einhverja peysu þar og sér það leita henni. Þetta er eitthvað svona dekkjum sem fer undir. En ég hef alltaf sagt, fyrir á þessu snúsa, if you snooze, you lose. Frábært ég Svo er það næsta. Góða punktur á það hér. Takk. Foreldrar degra meira við fallega barnið sitt en hinn börnin sín. Já, það verður ekki degrað á þig. Já, ég er aldrei Þú er ekki fengið eitt knús æfina, nema það ég knúsaði, þú nærið Pippi í ræktinni. Ég dæja á Maja, sýstu mín, við vorum. Ég get að lofa því, þú er ljótastur að sýstunin. Ég sé það er mjög huggulegar. Þú ert hérna ljóti andarókin í fjölskyldunni þinni, það er bara nákvæmlega þannig. En svo samt ekki, ég sé ljótari gæja, sant? Ó, takk fyrir það, gaman að heyra. Það eru 2 eftir og það eru 3 eftir. 40% kvenna geta ekki átt kærasta sem vinkonur þeirra þoliki. Já, ok. Þannig að það er... Það er ekki búin að hlusta bara ekki á... Þannig að þið karlmenn og strákar sem eru að hlusta, það er að gera að koma sér í mjúkin hjá vinkonunum líka. Halda þeim góð. Það er ekkert lykilatriði. Já, mér heyrist það. Því að það er líka ömurlegt að eiga kærastu og viniðinni þólan ekki. Já. Ég sem betur ekki að lendi, en ég geti hugsað að það er ömurlegt. Já, ég er þreitandi. Já, það eru svo hér. Fílar eru einu spendýrin, fyrir utan okkur, mennina, fólkin, sem eru með kinnar. Já, maður krútlega kinnar. Já. Þannig að maður getur klippið í kinnina. Já, við erum einu spendýrin, við og fílarnir. Ok, en það eru svona önnur spendýr sem eru með kinnar, er það ekki kinnar, það er bara hvað annað? Já, það er væntanlega, ef við erum einu. Ok, já, ég gaman að þessu. Já, svo er það síðasta stutla staðarinn dagsins. Þú mátt löglega giftast dauðri mannesku í Fraklandi.
Það er viðbjör. Já, það er eitthvað rangt við það, eða ekki? That shit is whack. Og hvað er hún klædd bara upp í kjól og bara haldið á henni allt verðin eða? Ég er að lesa styrlaðast aðrendi, ég var ekki í brúðköp í Fraklandu síðustu helgi, sko. Ég bara veit það ekki. Frakkar eru, the French are assholes. Það er bara sagt það sagði hann í Dömmur, sko. Og þeir hittu naglan á höfuðu þar. Það er ekki eitthvað rangt við það líka, maður. Málega ég þekki einn frakka. Einn frakka, ég þekki bara sem æfði í sport og svona. En það er ekki verið lengi, maður þekki for deal. Jó. Hörðu, hann var frakki. Þú heldur að við séum kokki í félagarnir eitthvað svona, hörðu. Hann labbaði reglulega upp mér. Ég var kannski bara með kuna eða eitthvað svona. Varum alveg sama. Alveg sama sem einhvern kuna að sína honum einhverja æfingar. Hann bara labbaði upp að mér. Og bara, hey motherfucker. Og ég bara, hey what I'm coaching and I'll talk to you later. Sér kemur hann bara, we the French, we are bestir í handball. Já, maður er alveg rétt, hann var alltaf monta að við verðum bestir. Bestir í fótboll og bestir í kynlíf. Og sagði með þetta alltaf sem labbaði hann í burtu hlægandi. Og ég með eitthvað kuna. Hann sagði bestir í fótboll, bestir í handboll, bestir í kynlíf, svona 100 sunniði mig. Bara hvað skipt sem það sá með hann. Það er ekkert allir frakkar eins og hann, alveg svo sem betur fyrir, ekki allir íslendingar eins og þú. Í kosningum hefur fólk gríðalegt vald í höndum sér. Saman getum við leiðrétt lán heimilana og afnumi verðtryggingu, fengið nýtt húsnæðislánakerfi með vaxta þaki, tryggjum fólk með kjark og þor inn á Alþingi. Dögun xt.is. Kölski kynnir. Útgáfu tónleikar Ólafs Arnalds For Now I Am Winter í Hörpu 30. apríl. Miðasala er hafin á harpa.is og miði.is. Ég heit Erpur Eyvindsson. Ég er decaf sojalatte þambandi mussukledd feminista þurrkunda. Ung vinstri græn. Það er 40% afsláttur af öllum pizzum á matseðli á Wilsons Pizza. Pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515. Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Helvítis fucking fuck. Segjum nei við spillingunni. Lýðræðisvaktin. xlvaktin.is. Það er live tónlist öll föstudagskvöld og ískaldur Egilsgull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Opnum nýja verslun í Smáralind í dag. E-Label. Íslensk hönnun. Saman getum við elt atvinnulífið með nýsköpun og skapað farveg til að fjölga störfum í fyrirtækjum. Dögun xt.is. Velkomin á Andrésar Andarleikana. Atlandsolía, Akureyri. Logi Bergmann stýri kosningavöku stöðvar 2 þar sem gleðin verður í fyrirrúmi. Hann fær til sín góða gesti sem ætla að skoða kosningarnar og stjórnmálamennina út frá óhefðbundnum og skemmtilegum sjónarhóli. Kosningapartí stöðvar 2 í beinni útsendingu og opinni dagskrá. Laugardag kl. 21:10. Túborg kynnir. Kosningavaka bara 11 á laugardaginn. Matti sem var á X-inu og Orri sem er á X-inu mynda meiri hluta í DJ-búrinu á laugardaginn. Túborg og bara 11 fyrir fólkið í landinu. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957, FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Við erum að hlusta hér á 2 harða á föstu degi og Egill, ég veit ekki með þetta Egill, það er eina. Ég veit með þetta. Já, ég veit að þú veist með þetta. Ég veit að þú vilt þetta, en við getum ekki alltaf gert bara sem þú vilt. Þetta er besta hugmynd sem ég hef fengið. Við mannstur við hringdum í, þegar við hringdum í stúlkuna sem ég ætlaði að fara... Í sleik við? Nei, ég ætlaði bara að fara og kissa hann eins og gerist í Beverly Hills 902. Var það ekki franskur kossið? Á hverju var ég hann á Sauðárkróki? Ég er bara ekki leið með þig. Ég er að fatta það núna. Og það var bara rosalega óþægilt símtal. Auðvitað. Já, málið er óþægilt fyrir þig, skemmtilegt fyrir mig og skemmtilegt fyrir alla hlustendur. Þetta hugsaðum bara raskat á sjálfur. Það ger ég aldrei í þessum þætti.
Ég er nú búin að verða sjálfur með það oft í skammar hérna í loftinu. Ég held að fólk sé löngu hægt að... En málið er, má ég koma með innslag? Hvað er það? Auðun? Já. Þú veist, þetta atriði var bara, ég kallar þetta turning point í æskuðinni. Þetta bréf. Akkur? Þú lást hana á limnum. Í 10. skipti, ég var á stöpuksum og hægt að vera ímyndar, hvað það eitthvað sem er að kveiki í þér eða? Ég hef verið nakinn hérna mér það? Nei, ég sé þið bara fyrir mér, liggjandi á maganum. Já, ég var bara á stöpuksum. Maður sjáðu hvernig ég sé þið fyrir mér. Liggjandi á maganum, allsber, með svona lappirnar upp í loftið og hérna með bjórinn hana í annari hendi og penna og blað. Penna og blað. Skollóttu. Skellittir í miljónasta sinn. Ok. Já, með hár. Ok, en hvað viltu segja þarna? Mér finnst þetta bara atriði sem bara skiptir miklu máli í þínu lífi. Þú þarf að koma svo út úr kerfinu, hringdu í hann. Make the call. Já, en hvað er að segja þarna? Eða spyrja hann hvort hann hefði heyrt bréfið? Ég hef ekki hugmynd hvað maður segja þarna, en hringi bara í hana. En finnst þið það ekkert óþægilegt? Hringi hana og hún á núna held ég mann og 2 börn og eitthvað og hún er bara að lifa sínu lífi, sko. Já, en hérna, hún er örugglega til að ræða þetta. Minna, þið er ekkert að byrja saman, við bara að fara yfir þetta. Nei, ok. Og það sem ég líka forhundin er, kannski leið henni eins og þér. Nei, sko, þú varst of mikill heigull, þá veist aldrei... Nei, hún átti kærast. Já, hún átti kærast, en var hún ástfangin heim manni? Já. Er hún með þeim manni í dag, eða? Nei, ekki dag, Nei. Make the call. En það var líka alltaf ástæðan fyrir að senda ekki bréfi, sko. Vilt þú ekki byrja á að spjalla? Þekkir hana eða ekki? Já, ég þarf bara að útskýra fyrir henni hvað sem... Halló. Áróra? Já. Hæ, Drauti hérna. Já, hæ. Hæ, hvað segirðu? Bara fínt. Það ekki? Jú. Hvað er verið að brasa? Ég bara að vinna. Vinna? Ok, ég hérna... Þetta er mjög óþægilegt síntal, það er verið að pína mig í þetta. Hann situr utan hliðina með hann Egill Einarsson. Góðan daginn, Áróra. Þú ert að grínast. Þetta er eitthvað frá honum komið, sko. Nei, þetta er ekkert... Engin leiðindi, sko. Engin leiðindi og alls ekkert óþægilegt fyrir þig, Áróra. Þetta er bara, þú veist náttúrulega vantarlega okkur að hringja og maður settir ástabrifinu sem Auðun Blöndal skrifaði þegar maður, 16, 17? Ég er bara orðlaus, sko. Hún veit að þú ættir að fá þetta blessaða bréf. Sérðu, þú ert að segja þetta sé óþægilegt fyrir mig. Þetta er verra fyrir hana, sko. Hún gríns. Hún er að taka þessu mjög vel, hún er hlægjandi, hún er orðlaus. Já, ég er orðlaus, sko. Það er alveg rétt. En við ætlum ekkert að vera truflaði mjög lengi út í vinnun og svona. Eina sem ég er bara fórhundin að vita. Segjum sem svo Auðun Blöndal hefði bara mætt daginn eftir og réttir þetta bréf, þú hefði lesið þetta. Hefðurðu mögulega íhugað að hætta með kærastninum at the time og byrjað með Auðun Blöndal þá? Hefði það komið til greina? Herðu, ég ætla ekki að svara þessu. Ég byrjar að svitna hérna, sko. Já, ég er ekki að trúa því. Ég er móðað að svita. Nei. Hefurðu heyrt bréfið? Já, ég hef heyrt bréfið. Það er ekki skemmtilegt. Það er æðislegt. Þetta er voðalega romantist. Þú varst mjög skemmtilega á rúndunum, víst? Já, greinilega. Alveg. Þú talaður og við áttum svo margt sameiginlegt, maður. Einmitt. Bara geðveikt. En hérna, þannig að þið veist ekkert merkilegt að þú var átt að fá þetta bréf og hvað er merkilegt? Það er ekkert merkilegt. Og það var aldrei neitt eitthvað svona, það var aldrei möguleiki á einhverju gerðið. Mér finnst það náttúrulega svakalega merkilegt, sko. Er það ekki? Og þetta er frægt bréf, þetta er frægt ástarbréf í Íslandsögunni. Þetta er örugglega frægt ástarbréf í Íslandi. Það er 100%. Já, 100%. Hefðurðu verið að fíla glugg, hafðurðu haft gaman að þig? Eða hefðurðu hugsað, er hann á lyfjum? Já, ég hef hugsað það. Er hann á lyfjum? Þetta er bara, ég var svo fegin að hafa ekki sendt þetta bréf. Það er rosalegt. Eins og ég segið, en þú hefur tekið vel í þetta að fá þetta bréf, ekki, á þessum tíma? Ég hef tekið svakalega vel, já. En hún átti kærasta, hvað varstu að skrifa á? Hún átti kærasta? En þess vegna sendi ég ekki bréfið. Ok. Og líka bara því að það var horfbjóður. Gæti líka spilað inn í. Þetta er æðislegt. En já, ertu ekki hressallast bara? Jú, bara mjög. Ok. Mjög sprækt. Herðu, væru til að slökka fyrir mig? Nei, joke, ég skal gera það sjálfur. Einmitt. Við ætlum ekki að vera að dröfla í vinnunni. Herðu, ekki máli. Afsaka þetta er frá Agli komi. Einmitt, góða skemmtun. Gaman að heyra þér. Ok, bye. Henni leiði ekki vel með þetta. Nei, veist, auðvitað er þetta óþægilegt og þannig erum við að draga bæði hann og aðra stúlku inn í, horfbjóðs heiminn. Það er ekkert allir jafn athyglisjúkir og við, Egill. Þetta er eins og systir mín og mamma mín og bara svona venjulegt fólk. Vill ekkert láta draga sig inn í þennan heimska heim minn.
Nei, en nú ertu búin að koma svo út úr kerfinu þínu. Þú hringdir í hana. Þú ert búin að koma svo út úr kerfinu mínu. Þetta mátti alveg vera fast í kerfinu mínu. En málið Sérðu, ég kósveitt. Ég veit það, ég sé það. En málið hún gaf samt óljós svör. Ég spurði hana, ef hann hefði skilað bréfinu, hefðurðu kannski mögulega dömpað hérna boyfriendinum og byrjað með The Blonde Ale. Hún ákvaða að svara ekki í spurningu. Ég heyrði á henni, svarið var já. Nei, jú, ég veit hvað, hinn toppmaður og ég get lofaði það ekki gerst. Þú ekki toppmaður líka? Ekki á þessum tíma, heyrist mér. Þetta var, símtal í stúlkuna sem átt að fá. Nú er þetta bara búið. Nú ekki hringja hann aftur næsta fyrsta. Þetta var svo skemmtilegt. Við ætlum að fá eitthvað, þetta er ekki hægt. Lagið 2013 held ég. Daft Punk, Get Lucky. Orðið gríðarlega vinsælt. Ekki skrítið, flott lag hér á ferð. Styttist ég að við ringjum í Brjánbreka, við ætlum að heyra í honum hér rétt á eftir og stuðlagi hans Gils líka eftir. Það var veit hvernig þú var í það? Nei, bara á eftir líka. Nó framöndan hér hjá okkur strákunum. Ég veit til að fara það núna. Ég veit til að fara það núna. Ég er enda fegin við sem búinir með þetta símtal. Það var svona, það lág aðeins á mér. Ég segi það, þið líður betur, ég sagði það við þig. Þið myndir líður betur. Já, bara, mér líður betur að við sem búið inn í þættum. Ég er búið í lífinu, nú þú komast út úr kerfinu þínu. Þetta var ekki í kerfinu mínu, Egill. Ég er að segja að þetta var í kerfinu þínu. Já, ég er að segja að það var ekki. Veit ég það ekki betur en þú? Veit það ekki. Svona þú hugsaður út í það? Veit ekki. Hæ? Veit það ekki. Veistu það ekki? Nei. Ég hef bara séð áður að þið líður betur. Það er einhvern veginn bjartar yfir þér. Nei. Skælbrósandi. Ég er alltaf brósandi hérna. Já, brósandi eitthvað óbúinni mikið núna. Nú, já. Eins og ég sagði hann, við ætlum að heyra á eftir hvað Brjánbreki kýs hér í FM 95 Blö og... Það verður veisla. Já, það er alltaf veisla. Það er í Brjánsa, en það er vó. Veistu hvað ég glemdi að koma inn með sturla staðarend á þann. Hvað sturla staðarendu það? Þú varst með sturla staðarendir? Já. Ég ætla að koma með eina sturla staðarend. Vissur að Erpur er 2 árum yngri en Sigmundur Davíð. Er Erpur 2 árum yngri? Já, Erpur og Sveppur jafn gamlir. Veist það ekki? Það er ekki eitthvað weird. Það er bara svona misjant. Sigmundur Davíð er 2 árum eldri en hann. Já, en líka Erpur er að... Erpur er að plugga unga Vinstri græna. Já, finnst það nætt að vera bara með Vinstri græna? Þetta er spes. Við vorum að taka fyrir kostingasjónvarpi líka í gær, sko. Ég og Sveppi, og þá hittu við, hann kemur í hittaklefan til okkar, Sigmundur Davíð. Og það munar 2 árum á Sveppa og Sigmundur Davíð og það er smá munur hvernig þeir hafa hagað lífið sinu. Svona gegnum þína. Men annar hefur hann mjög á sig og hlaupum nakinn. Þá bara gæti hinn orðið næsti forsætisráður í Ísland. Heldur hann aldrei mikið á sig það? Nætald. Sigmundur Davíð? Ekki svona á eldri árum held ég. Ekki þannig með einhverju ölæði eða eitthvað svoleiðis eða á þjóðatíð eða eitthvað. Já, Sveppi elskar að hlaupa á bossanum. Já, við erum reyndar búin að minka það svona í seinni tíð, sem betur verið, þá komið nóg að því. En við skuldum hér auglýsingar og svo ætlum við að hringja í Brjánbreka. Já, og fara í stuðlagið. Fáum örstuð skilabóðist. FM 957 og Pepsi Max á Beyoncé tónleikum í sumar. Kemur þú með? Við ætlum að gefa heppnum hlustanda draumaferð á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn 27. maí næstkomandi. Ef þú ert eiga möguleika að koma með, þá postar þú mynd af þér með Beyoncé á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Aðtugið, við munum velja úr þeim myndum sem fá 50 like eða fleiri. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Coke Zero, ekta kókbragð, engin sykur, bragðað á möguleikunum. CCP og Polar Beer, Léttöl, Kynna, Retro Stepson, Skálmöld, DJ Margeir og bandaríski mashup-meistarinn C-Trip. Party at the top of the world, Fanfest 2013 í Hörpu, laugardagskvöldið 27. apríl. Miðasala á miði.is. It's moments like these when I realize what a superhero I am. Arion Banki og Marvel kynna. Maybe you've heard of me. I'm Iron Man. Wow. Iron Man 3. I'm here on a mission to fight bad guys. Robert Downey Jr., Ben Kingsley, Don Cheadle, Gwyneth Paltrow og Guy Pearce eru mætt í fyrstu stórmynd ársins. That's awesome. This is what happens when you hang out with me. Iron Man 3. Kominn í bíó. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Af trúalegum ástæðum þá teki brakandi stökkt og ilmandi beikonið af hlöllabeikonbátnum mínum. Það þýðir þó ekki að þú þurfur að gera slíkt sama. Hlöllabátar, sérsniðin skyndibiti að þínum þörfum. Túborg
Túborg kynnir. Ásgeir Trausti heldur tónleika ásamt Pétri Ben á Factory föstudagskvöldið 27. apríl. Miðaverðið aðeins 2500 krónur og forsala miða á Factory frá klukkan 5 alla daga. Athugið, takmarka magn miða í boði. Factory, góðar stundir. Dominos kynnir. Falskur fugl fær frábæra dóma. 4 stjörnur í Morgunblaðinu. 4 stjörnur hjá RÚV. 3 stjörnur í Fréttablaðinu. Stórgóð og áhrifarík. Falskur fugl. Sjáðana í bíói. Ég segi nú bara, sem betur fer Hlöll ekki með heimsendingu. Því það færi ég líklega aldrei út úr húsi. Hlöllabátar ámannabindandi unaður. Hægri grænir ætla að taka upp námsstyrkjakerfi í stað námslánakerfis. Hægri grænir. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðja, Grensásvegi. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Túborg kynnir. Kosningavaka bara 11 á laugardaginn. Matti sem var á X-inu og Orri sem á X-inu mynda meirihluta í DJ-búrinu á laugardaginn. Túborg og bara 11 fyrir fólkið í landinu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tveir harðir hér með ykkur á þessum föstu degi og já, það hellingur framöndan hjá okkur strákanum en hins vegar komið að símtali í mann sem nú góður vinur þáttarins. Yes. Ég heyrði í honum, ekki í gær, heldur síðasta 50 dag fyrir viku og þá var hann mjög hræðis og þetta hann Brjátbreki. Við vorum alltaf að hringja hann hann náttúrulega dýrkar þig sko og nú finnst þú algjör snillingur. Ég elskar hann líka. Og við ætlum að, enda eru mjög svipaða týpur við ætlum að heyri í honum og tjekka svona hvað hann ætlar að kjósa eitthvað, ekki? Það ekki prófa hringingallina? Ég mjög flottur, hvað ætli King Brját kjósi? Já, líka bara hvort það sé stemmingi á honum helgina og svona Kannski hann skýt með kostningarna líka? Já, geti verið, skulum bara heyra hérna í honum, býtum Þetta ekki góð lög Ámalíðan Sæll Brját. Veldu 1 til að hommast. Veldu 2 til að hommast aðeins meira. Og veldu 3 til að hommast í alla nótt. Akkurat, ég ætla að velja 0 bara, þetta Rauti. Nei, blessar, þú miklu bestar, Gilsarinn hjá þeirra? Gilsarinn hérna hjá mér núna. Sæll. Blessaður. Manstu þú sagði við þetta? Af hverju tekur ekki hárið á raskatinn ára og setja það á hausinu? Já. Manstu eftir því? Áræði. Kostaði tælending hvað það fyndið? Já, hann var alveg stór. Það er besta sem ég eitt. Já. Gilsari, manstu, þú átt hérna eftir rassus. Já. Þú átt það. Gilsil á það. Þú átt líka hérna setveitið. Já, það líka. Ertu með allt niður þig? Þú átt það líka. Já, hann á nómaður. Hann næstmesti meistari landsins. Enda eins og ég segja, hann á leiðinni í fangelsi fyrir hann sem mikill meistari. Já, hvað svepp? Reyndar hindi frændi minn í mig daginn og segi, það ekki tætt að vera í fangelsi fyrir hann mikill meistari. Hann segi, hefur aldrei hlustað á 2 harða milli 4 og 6. Hann hlustað á þáttinn, ég viðurkenna, þessi maður heim í fangelsi. Sagði hann. Já, það er gaman að því. Gilsari! Gilsari! Ertu ekki alltaf að mæla fólk, eða? Jú. Herru, þetta árið svolítið síðan ég mældi minn, þá var hann 28 cm í slökun, en ég þarf að mæta með hann í mælingu. Já, frábært. Hvernig ertu, Brján? Gilsari! Gilsari, þú veit alltaf að segja að brenna og svona. Já. Núna ég að brenna alla mótna og alls kvöld. Nú, hvernig? Þú veist alveg hvernig. Ég þetta með stæðin í dag bara að brenna. Fikkaði nú bara í gælunum sem lág liðnum og ég sagði ég þetta að brenna þess. Já. Og ég sagði henni að Gilsarinn mældi með þessu. Ertu í fjárþjálfun hjá Gilsarannum? Ertu í fjárþjálfun hjá Gilsarannum? Nei, ég ekki neitt, en ég las eitthvað stað auðvitað að maður ætti að brenna mótnana. Hún var í engu stuði, ég sagði bara, Gilsarinn segir ég að gera þetta. En hún reyndar að æfa á Gilsarannum.
Já. Vorum að horfa á vídeo núna daginn. Vorum eitthvað að káfa á dingalinginum. Ég sagði, heyrðu, láttu vera, mátt ekki borða neitt á kvöldin. Já, Ég sagði það. Já, þetta má. En hvað Hvað ætla Brjálbrekin að kjósa helgina? Ertu komin í stuð fyrir kosningar? Ég er svona að skoða þetta aðeins. Já. Ég reyndi að kýsa alltaf Vinstri græna, það eru bestu atvinnulegspennar. Það anskotin nett. Af því að þá get ég einbætt mér af gríninu. Já, þú ert reyndar... Það er meira pening. Akkurát. Þannig að ég ætla að kjósi það, mér finnst það svona nettast í listi. Mamma líka að kýsa það. Já. Og hún veit hvað hún syngur. Akkurát. Ég ætlaði reyndar að kjósa Bjarnar Ben en svo fór hún að grenja. Já. Því líkur ræðvill, hann voru að grenja. Nei, hann var... Það var eitthvað kettling að fara að taka á hann toppsæti. Þá var hann bara að grenja. Var hann ekki bara einlagur? Ég reyndar skíla, hún er bæði stærri og þingri en hann. Já, það er sama. Hann gerur það að fara að grenja. Akkurát. Nei, ég segi stundum, ég ætla að kjósa rétt. Ég fætti það bara þessu. Þegar fólk spyrir mig, jæja, hvað kaustu það? Ég kaustu rétt. Já, þú fattar það bara því á sínum tíma. Ég fætti það bara þessu. Það komið nýr kúkur í Ford. Hæ? Það komið nýr kúkur í Ford Kuga. Bíllinn. Já. Ég hringdi og spurði hvort ég geti tekið gamlan kúk upp í nýjan kúk. Konan og Símonum grenja og hlátri. Svo hringdi Broddi 5 minútur seinna og spurði hvort það myndi skipta boru í kúk. Já. Skilur við? Já, ég skil. Þú ert svona brattuð maður. Já, ég er bara brattuð. Ég og Simmi Villur reyndar, ef ég get sett þér að trúna á leiðinu á smá fund núna. Þú ert ekki að fara funda með Simmi Vill. Hann var að reka þarna þvag prumpuhausinnan Jóa sem er by the way ófyndmætti maður í heiminum. Hann er búinn að reka hann úr þættinu sínum. Já, ok, Jóa er þetta hann er með hugmynd núna nýjum útastættið sem að ég, Sveppi og Simmi eru saman. Ég verð svona eins og Gassi í Súper segi eitthvað svona bara í fáránlega hluti. Já, það verður skemmtileg þáttur. Nei, heyri, svo er ekki ágætt að þeim myndir leiðrétt og það er miskilning að ég sé búinn að vera aðeins að dogga þess að Þórunn Antoni. Herðu, hættu þessu Brjálbrekin. Þú ert alltaf með... Það er bara ekki rétt. Þú ert að búa til einhverja kjaftasögur alltaf sjálfur, þetta er óþægilegt maður. Nei, þetta er óþægandi. Nei, hættu þessu bulli. Þú er ekki komið nálægt henni. Hættu þessu bulli. Það er hérna... Þú er ekki komið nálægt henni þegar þið kettingu. Nei, það vita það allir, þú ótt ekkert séns í hana. Það er hérna, búið að gaman að heyri þér. Heyri þið? Já. Gilsari? Já. Hvað sögur sín? Segðu bæði hann, Egil. Herru, þú ert nú algjör meistari. Ég vil ekki segja bæði hann, já, þakka fyrir það. Þú ert líka sjálfur mikill meistari. Já, þeir eru svipaðir, strákarnir. Tveir harðir. Tveir harðir, en Brjálbreki, gaman að heyri þér. Já, hérna, strákar, já, ég heyri þá bara í ykkur. Já, hafðu það gott um helgina. Auði, þú fattaður upp á einu. Hvað er ég að fattaði upp á? Hvað er allt í apaskýtt hérna? Já, gaman að... Og Sveppi, hann fattaði upp á Crazy in the Brain House. Akkurat, ég heyri þér ganli, gaman að heyri þér. Skýtti. Bye. Já, þetta var Brjálb, þú ert ekki að vera hvetjald maður. Ég var ekki mest að búið svo fyndin. Já, þetta var Brjálbreki og alltaf hressandi að heyra í þeim mikla meistara. Í dag Guðjón Blöndal og Egill Einarsson og það er komið sumar, menn eru ferskir. Hörðu, gerði eitt fyrir mig Guðjón, farið í tölvuna og tikkaði inn PS Gentleman, hafðu lagið klárt, út af ég veit að þú gerir þetta ekki klárt fyrir mig, þá fæ ég aldrei þetta lag. Ég skal spila það eftir. Það er ekki svona með, farið í tölvuna. Eru þú að fara í stöðlagi eða? Nei, ég er að fara að huggja það, þegar þú komið að vera date. Nei, ég var búin að segja þér að hætta því, ég vill það ekki, Egill. Nei, þú gafst mér umboð. Egill, komdu mér á date. Ég gaf þér aldrei umboð, verður ekki að þess að kæfta þig? Nei, ég er bara í vinnu fyrir þig. Nei, ég var búin að beða um að hætta þessu, sko. Þá komið gott að þessu. Þú standaði mjög vel. Hefur þú svona rosalega gaman að því að hanga á þessari síðu sem ég, eða? Þegar þú ert ekki að reyna að hjálpa mér ranninni, það er nokkuð ljóst. Jú, og málið er, berðu bara virðingu fyrir því að innhólið mitt, mailið, búið fyllast að skít. Já, okkur hættur þessu það. Og segðu bara takk. Nei, ég segi ekki takk þegar ég er búin að beða um að hætta. Ég eitti svona 5 klukkutíma í daginn að reyna að finna takka á þessar síðu sem ég vil ekki fá þessi mail. Konceptið, ég bara, ok, ég veit að það eru stelpur að senda mér skilabóð, ég vil enn ekki fá mail það. Ég fann ekki þann takka, þannig ég er enda að fá mail. Ok, en okkur gerur okkur ekki bara báðan greið og hættir? eins og ég var búin að beða mástu. Út af því að ég veit að þið fyrir bestu. Alveg svo með á hann, svo við hringdum í hana Áróru, ástabrefstelpuna.
ég vissi að þú myndir koma svo kerfinu og það allt annað ljómi. Já, þér líður bara vel. Þú 10 kíló léttari. Ég að fatta alltaf, þér líður vel þegar mér líður illa. Það finnst þér voða fyndið. Nei. Jú, það uppáldið. Virkar ekki þannig. Ég vil að þér líði vel. Nei. Jú. Það er kjafta. Vinu minn og þér á líða vel. Einmitt. En svo helviti góður hefur. Blondale. Ég er að spjalla eina núna. Ég er að síja út shitið, skilur. Ég er að síja út sem ég held að þú hefur ekki áhuga á, svona sem tengist ekki þínum áhuga. Skolt áhugamálin og sér þá ekki þessi er ekki fyrir blöð. Þessu er mikill áhuga íþróttum. Þetta er íþrótta stelpa. Og frábært. Right up your alley. Held ég. Okay. Hörru, ertu tilbúið með gentleman? Nei. Það er fullkomið að setja gentleman á eftir að gentleman er að fara á date. Klára þetta bara, ég veit að ég næ ekki að stoppa því svo ógið. Svo ógið? Já, þú segir hey there. Nei, þú segir það. Nennir að segja ég segi. Þannig að fólk haldi ekki að sé ég ef það er að stilla hérna og er að stilla í fyrsta sinni eða eitthvað. Nennir að segja ég segi. En þetta er þú. Þetta er ekki flókiðun. Þetta er myndað þér, þetta er nafnið þitt, þetta er þú. Ég er að stjórna accountinu. Cristiano Ronaldo með Twitter-account, hann er eitthvað annar að stjórnunum en það hann. Og hún segir bara hæ, H-E, bróskall. Og hún heitir einhverju, þetta er eitthvað skrítið nafn, hún er frá Danmarku. Og þú segir, I've never been to Denmark, thinking about coming this summer. How does that sound? Það er líka bara, það er strax lí. Við fórum einu sinni mánuði til Kaupen í frika úti. Þetta er ekki eitthvað hardcore lí, sant? Þú veist bara, það segir nú aldrei komið til Kaupen eða Danmark og hún segir sounds great. Þannig að hún tekur strax vel að þú sett að koma. Ég sé að koma í sumar. Já. Það voða hún eitthvað spennt. Já, en hún segir ekkert neitt annað. Hún er ekkert að, þú segir síðan, what places are fun to go? What are the hottest clubs in Denmark these days? Þú spyr hana. Þá segir hún, Hornslet, Hive and Carell, they are hot and a lot of young beautiful people there. Ég kannast ekki til staði, hún lítur að við tekja þetta. And then you have Simons and Sen, with a little bit older people, but a lot of fun also. Are you coming alone or are your friends coming? Ég á náttúrulega heima þar, sko. Hvar? Simons og það. Simons and Sen, já. Við erum ekkert, we're not kids anymore. Nei, en hún spyr alla spurningu sem ég verði að viðurkenna að ég hafði gaman því, eða þú hafði gaman því. Hún sagði, are you coming alone or are your friends coming also? Do you have any hot friends? Og kemur hún með svona flipkall, svona p-kall, 10.p, ullukallin. Tunga úti. Hún hendi hann. Og þá sagði þú, I thought you'd never ask. I've got hot friends. Já, gætur. Það kemur þú sjálfur inn, mætalega? Með það ekki? Hot famous friends. My friends are famous, like I am. Segir þú, og þá segir hún, haha, okay, you're famous. Who are your famous friends? Anybody I know? Og þá hendir þú í, oh well, if you like football or bodybuilding, I promise that you know a couple of them. Eiríkur Johnson and E.T.L. Einarsson. Og þá segir hún, Eiríkur Johnson who played for Chelsea and Barcelona. Þá segir þú, yep, bara yep, svona cocky yep. Og þá segir hún, okay, he's your friend, can you bring him? I don't know a lot about bodybuilding. But this E.T.L. Einarsson, is he hot? Hún þekkti mig ekki sem svona niðurlægandi og ég held að prófílið mín in the bodybuilding world var það mikil, sko. Hver heldur að þekki þig, maður? Ég er bara að komast tvisvar á Motivation, Dedication, Sacrifice Facebook síðuna. Og þannig er ekki að gera lítið úr því, ángrís. Ertu búin að komast tvisvar inn á hvaða Facebook síðu? Motivation, Dedication and Sacrifice. Heldur að það var bara eitthvað stelpa á first date, viti hvað þú ert í bodybuilding world, ég fyrir auðvitað það veit ekki eins og það veit ekki 5% hvað Ronnie Coleman er heldur. Mörg 100.000 manns. Hver ætti að vita eitthvað stereotyp á Íslandi sé maður. Mörg 100.000 manns inn á svo síðu öðun og það er mikil fitness hefði í Danmörku. Hæja, ok. Hún þekkti það ekki. Shocker. En hún er ekki leikur fótbolta eða eitthvað. Og það ég sá það á countunum hennar og þetta er áhugamál. Allavega hún þekkti mikið þannig að hún spurði this E.T.L. Einarsson, is he hot? Og þá segir þú see for yourself og þú sendir 6 myndir. En er hún ekki að tala við mig? Hæ? Hvað okkur hún þá spá svona mikið í vini mín? Njóta því að Kottum, ert að semja þetta rugglega? Nei. Hæ? Málið er. Hún er að tala við mig inn á first date síðu. Þannig að hún ætti svona væntanlega að vera að sína mér áhuga ef ég sé að koma til Danmörku. Hún gerir ekki annan að spyrja mig hvort ég eitthvað heita og sexy vini.
Hvers konar vitleysingur þetta? Það þetta bara þú að tróða þér að þinni? Nei, út af því. Þú veist að ljúa einhver aðna, ég veit það er einhver lígi í gangi. Nei, út af því, þetta er greinlega bara stelpa sem er eins og síður bara til þess að, hún er ekkert að leita okkur deiti, hún er bara að leita að hafa gaman, djamma og eitthvað, skilur, þannig að hún er greinlega með, líka prófílmyndinu, hún er með 2 vinkonu sínum, þetta er svona, henni langar bara í djam, og hún er svona að spila út á vininu komið, hún er ekkert að fá þig eina, frábært, þau eru stelpur. Hvað er að gera í kvöld? Ég er með... Nei, menn okkur ferð á datesu, er það ekki til þess að eignast kærast Ég er með Autumn Blondell hérna, hann þarf að hanga einn með okkur í kvöld. Þú var einn eitthvað trúður með eitthvað 7-8 tönskustel. Hvað, það er svo vitlega að segja. Make me a bicycle clown. heldur þetta liðið þarna inni, sé bara, ok, herru, best að finna einhvern íslending og vinast til að djamma með í köpen. Nei, fólk fer hann til að kynnast einhverjum, nema ég veit ekki hvað þess er að leita. Þú sendir henni fyrst, ég verði að viðkja það, þú startar þessu... Já, það er eitthvað sem þú ert ekki að segja mér sem þú ert bara að setja það. Nei, víst. Þetta er alltaf á borðinu. Ég get bara, það er ekki passvördi, ég skal sína spjalli, ég far aldrei passvördi. Gef mér passvördi. Nei. Það er ekki að setja vísa hvað það myndi, það tekið ykkur 5-6 skall að reiknum ykkur einustu mánuð. Já, hættu þess, þú ert ekki að gera neina greiða. Ok, hörru, já, hvar var ég? Já, hún sagði eitthvað E.G. Lionison is he had, börðu hún. Þú varst alltaf að svara því, þú sagði see for yourself, og þú sendið 6 myndir af mér. 6 myndir af mér sem ég bara eitthvað í geiminu og eitthvað. Og þá sagði hún, yeah, he's in excellent shape. Og þá sagði þú, bet your ass he is. I work out with him. Sagði þú. Og þá sagði hún, okay, are you also a bodybuilder? Þá sagði þú, gee, let me think. I deadlift 230 kilos and bench 130. And I only weigh 80 kilos. Þannig að þú segir, lefur henni ákvaða hvort þú setja bodybuilder. Þetta eru impressive tölur hjá þér, sko. Og hún sagði, nice. Þetta er ekki búið. Akkur hendur á músinni. Ég bara, mér er byrjað að liðla. Ok, alltaf. Þetta var að skipta af. Okay? Síðan segir þú, I also know Rurik Gíslason, who plays for FC Copenhagen. He's a close friend. Og þá sagði hún, oh, I'm exactly a supporter of FC Copenhagen. I love Rurik. Þú hittir á supporter FC Copenhagen. Hún ára að name-droppa vinninu, hún er fan. Og þá sagði þú, if you roll with me, I can let you meet him. Hæ, oi, bara, herru, við þurfum að fara hér eins í auglýsingar og koma svo aftur. Hætt, bara, þú færði ekki að lesa mér þessu. Við erum komin í síman þinn. Notaðu nýja útvarpið til að hlusta á FM 957, Bylgjuna eða X977 og 5 aðrar útvarpsstöðar í beinni í símanauðinum eða á upptökur af uppáhaldsþættinum. Hægri grænir ætlaðu útvega öllum námsmönnum fríar spjaldtölvur. Hægri grænir. Alltaf live tónlist á föstudagskvöldum frá klukkan 8 og ískaldur Egils Gull á 590 krónur. Skemmtigarðurinn Smáralind. Opnum nýja verslun í Smáralind í dag. E-Label. Íslensk hönnun. Krappís Ingifjöröl kynnir lifandi tónlist öll kvöld. English Pub við Austurvöll. Evrópusinnar, stöndum saman. Kjósum samfylkinguna. XS. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. 2 harðir. Í FM 95 Blö. So High. Sér einmitt íslenska listan hér á FM 957. Ég elska þetta lag. Það stendur sem er príðið þar. I love it. Já, en... I love it. You love it, segir þú, já. Við erum að fara í minn kæriðum Blöndal, þinn uppáhalds dagskrárlið hérna, stuðlagið. No. Your favorite. Akkurat. Það komið að, er það that time of the day? Já, eitt sem ég velta fyrir mér auðvun. Hvað? Ég svona er bara 50-50. Á ég að hjóli þetta ekki. Stuðlagið? Sleppti? Nei, ég er ekki að tala um eitthvað stuðlagið. Ég lofa því ég er 100% því, ég var henda því inn. Á ég að hendi, ég er búin að tala um þetta nokksunum, í stuðlaga ball. Ég hringdi Átna á spott, sagði við hann, gamli, stuðlaga ball í maí, hvernig ljóma það? Og hann sagði, bestu hugmynd ég heirt. Þannig að þeir eru klárir. Og ég sagði, hvernig 17. maí, til dæmis, þá fólk búið í prófum og Eurovision er 16. Við dettum alltaf út 15. deginum, þannig að við erum ekki að fara að keppa á laugardeginum. Hvað ertu skegna? Við erum umhverfið slagaður. Þér finnst það? Við dettum út á 15. Það er 100%. Ok.
Það stuðlinn 1.73 á Bet365 dettum á 15, það free cash, hólskaða. Þú ert orðin mun meiri gambling menn en ég. Þú ert alltaf að tala hvað þetta veðja og eitthvað. Ég bara gambling menn. Já, þú ert að kalla mig spilafíl. Þú bara veðja miklu meiri en ég. Ég ekki að veðja og veit ekki stuðluna hvort við dettum út úr Eurovision eða ekki, sko. Ég bara með mín Hvað ertu farin að veðja? Rottulaup líka hérna, underground eða? Ég með mín bettum á borðinu. Þú fer einn heimtíðin og lokar alveg og bettar, segir einhver frá þig, sko. Nei. Sko, hérna... Já, ég meina, með stuðlega, þú veist alveg, ég mæti ekki sjálfur, en mér finnst þetta alveg góð hugmynd í það. Ég meina, ég var ákveð fyrir þessu og... Það er bara ekki bóðið henni. Hvað er það að spyrja mig? Og það er bara að spyrja um þetta því að þú ert the party animal. Er þetta góð hugmynd? Fólk búið prófum, stuðlega ball, fólk sem elskar góða stuðlega tónleik, geta ekki jamma hvergi. Það er engin að tækla fólki sem elskar góða stuðlega. Ef þú heldur að 200-300 manns fílið þessa tónlist, þá getur það hendið. Það er svona fleiri, 200-300 manns og spott tómur. Þetta er 1000 manna staður. Þannig að ég er að taka mann sem dyrka stöðluðin. Ég er að taka góðan sjens ég myndi henda mig bara á þú veist, hérna Nefndugustad? Já, ég meina ef ég ætti að ráðleika staðaskáli. Hvað tekur hann marga? Tekur svona 50. Já, ég veit ekki Orðið örugur að fylla. Nei, ég veit ekki hvað, nefnir eitthvað stað. En málið er, af hverju ekki að taka bara sjens? Af hverju ekki bara enda svona spott? Já, ég meina þú varst að segja, þú ert orðin að gambling menn. En ef að koma 1000 manns, þá skal ég dansa bera ofan með glóstekki í einu laginu. Ok, beti. Ég finnst að þú ert ekki bara að fylla. Nei, ef þú komið á 1000 manns, þá þú bera ofan með glóstikk í einu laginu. Að dansa veitt stöðlaðið þitt. Já. You got yourself a deal, bondi. En þú fær ekki 1000, hvað fæ ég þá? Hvað langar ég? Ég finn eitthvað. Ok. Hérna, ég ætla það ekki fá því dansandi bera ofan með glóstikk, þegar ég þarf ekki annað að smella puttum til þú gerir það. Ég þarf að ákvæða þetta. Það er ekkert veðbár. Ég er að spája, í allir sem koma, fá glóstikk. Það er bara í águstunni, bara þú borgar inn, bara glóstikk hálsinn. Auðvitað. Eða ekki? Frábær hugmynd hér. Þannig að þetta er svona, ég er að spá, 17. Fólk búið í prófum, við erum hvort sem er að detta. Ég vil ekki ákveða þetta bara einhvern veginn að setna. Erum við að fara í þetta... Þú hjálpaði mér ekki neitt. Erum við að fara í þetta stuðlaðið núna? Ég er engu nær, hvort ég hjóli í þetta ekki. Jú, ég sagði þetta væri ágætis hugmynd hér, en ég myndi bara ekki mæta. Þeir eru ekki bóðið. Nei, tættust. En þú verður svona, ef þú koma 1000, þá ringi ég þið, drögglaringar nýrið og ríður úr ofan, en glóstikk býður eftir. Það verður standa poop á glóstikkinu. Ég ætla að búa til svona, eins og fólk gerir með blöðurum, búa til með glóstikkum, poop, og þú heldur á því, dansandi. Þeir eru ofan. Þvílík veisla. Það er stuðurlag. Ef það gerist ekki hins vegar, og kom ekki 1000 manns, þá máttu aldrei kalla mig blöðpoop aftur. Aldrei aftur? Aldrei aftur. Ekki eins og þau eru bara 2? Nei, hvers veginn sem þú myndir á einhvern tíma að segja 100.000. 100.000 kall? Já, bara refsing. Ég segi það óvart. Þú mátt bara aldrei segja blöðpoop aftur. Það er ekki fullt mikið það? Nei, það er dýllinn. Það er svoleiðis? Já. Ég elskar að pressa you got yourself a deal. Ok, glæsilegt. Ertu ennþá að vinna með, þetta hrikala slæma nafn, DJ Já, hörru, trailerinn, kerran í gang, push the button. Nei. Jú. Þú kallaði DJ Muscleboy þar, ertu ekki hættur að vinna með það? Nei, ég er ekki hættur, ég er bara samkeppni með hinn Muscleboyin. Ok, spilum hann ekki allan. Jú. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my God, is that DJ Muscleboy? Oh my God, girls, hey, it's DJ Muscleboy. DJ Muscleboy. Ready or not, það komið að því. Þetta er ekki svona búinn. Ég var eftir að öskra einu sinni en DJ Muscleboy. Þeir eru að berjast það, nafn, þú og hinn DJ Muscleboyin sem er að gaka diskokúlur í frítíman sínum. Hérna... Hörru, við erum að fara... Hvað, já, auðvitað, ég þarf náttúrulega að fara inn í tölvun að stimpla þetta drastlinn. Hvað hérna heitir þetta núna? Du Monde. Du Monde, er það hljómsveit eða DJ eitthvað? Vorum við með Du Monde, en það er D-U-M-O-N-D-E. Kom hérna. Kemur kannski ekki óvart að við erum komin inn í Þjóðverjan. Ok. Það er ég ekki Þjóðveri. Og hvaða lag með þessu? God Music frá 2002. Því líka veistlan. God Music? Já. God Bill Music. Hvað er að guðlast maður? Hérna, maður sjá.
Nei, Egill, þetta er 8 mínútur og 46 sekundur. Það er ekki glæta, sko. Það er ekki eins og svo mikið eftir að þættinum, jú, 10 mínútur. Hörru, ég fekk stuttlag síðast, 2:40, þú varst mjög ánægð með það. Já, það var líka... Lítið að fá langt lag núna. Já, sko, Du Monde got me... Vá, herðu, hann er alveg búinn að keyra sér 7000 views á YouTube. Hjöfuldur hann heitur þessi þjóðverið maður. Ha? Ég er að segja, sko, ellenda fréttir og raut og sveppaði með meira views. Herðu. 7000, þetta er eitthvað viðbjöð pottir. Og ykkur er bara astnari útgáfu eða eitthvað. Fyrir utan það að sjá hennan gaur líka með ykkur gul, þetta er eins og ykkur eiturlyfjasalið, mann. Hvað er hérna? Bara með gul sólgleru. Já, bara skelvilega hallarslugur. Já, segðu það við Herbert Guðmundsson. Hann er með rauð og hann er með kringlótt, flott, þetta er einhvern veginn allt annað. Herðu, hvað er að spila? Byrja íttu bara play. Þetta er ekki með 8 mínútur, þú líka að höndla þetta. Hvað er 8 mínútur? Ég lofaði því, Egill. Það eru enga líkur ég klára þetta lag. Þetta er 1/3 af 2.5 men. Já, við erum bara aldrei að fara að spila þetta í 8 mínútur. Fyrir utan það núna, lagið er búið verið 15 sekundur. Hvað er að gerast? Það er bara að keyrast í gang. Og svona byrjar stuðliðin yfirleitt. Byrjar stuðliðin? Það er bara eins og sem að heyra einhverja menn vera að smíða. Greinlaust, hvað er þetta? Þetta er ekki tónlist, þetta er 5 sko. Slakað á, þetta er fyrir að dettin. Ég er ekki hissa að lagið sér 9 mínútur. Það er að vera 40 sekundur búna núna. Það er ekkert að gerast í því. Þú fattar ekki hvernig stuðliðin eru. Það er að byggja upp the tension. Nú ert þú að vera spenntur. Hvað er að fara að gerast? Hvað er að fara að gerast í þessu lagi? Gæti ekki verið meira saman, persónulega, sko. En það er sungið í þessu lagi. Það er sungið? Þú er ánægð með það. Það er 7 mínútur í að það byrjaði. Þú ert svo neikvæður sem stuðliðin. Það er þetta. Það fer að dettin ég... Þetta er lengsta byrjun sem ég heyrti á lagi. Bara á ævi minni. Hvað er komið marga mínútur nú? Það er komið bara 1,5 mínúta þessu rusli. Og það er bara svo að hlusta okkur menn vera að berja stál bara hérna í einhverju... Sko, þetta... It's action, Blondell. Þetta datt inn eitthvað lóksins. Smá auka bassi. Sko, málið, lagi byrjar í svona 3:10. Af hverju bassum við ekki að setja það þangað? Ekki að setja það þangað þá eða? Hvað er núna komið? Við erum að detta þetta í 2 mínútur, sko. Ok. Ég skal gefa þig græn. Spólaði á 3:07. Því líka ruslið maður. Vá. Já, nú er þetta hægt. On my way. God, the music. Ok, nú máttu hækka og taka heyrnartónlegaðir og grjótalda kæftir svona 2 mínútur. Nú ert að stríða mér, sko. Ekki eðilega besta partinn. Þegju það svona. Afsakið dónaskapinn. Æ, sorry, elsku hlustendur. En við skulum gefa þessu 90 sekundur. Já, sorry maður, þetta er náttúrulega geðveikur partur. Þú ert að stríða mér núna. Það er bara, jú, allan náður að hefna stjókið þér. Það er ekki að meta góða tónlist. Ángríns, hvað er mikið búið núna? Þú sagðir að vera sungið, það er konar 5 minútur. Við erum búin að hlusta allt og lengi á þetta. Ekkert að gerast Það sagði God Music. Er það söngurinn? Já. Vá, þessi maður er Hvað guðlust. er mikið búið núna? 5 og 30, við erum búin að hlusta á þetta allt í allt í 3 mínútur. Það er ekki nema 3 mínútur eftir. Já, glemt þessu. Þetta var stuðlaði hjá Gilstarann, stundum bara verði að stoppa þig. Ángríns, síðast leiði þér að klára, því að þá varstu líka með tónlistamann sem er að heyrt núna ertu með eitthvað Du Monde með God Music með 7000 views á YouTube, ég bara get ekki leyft þetta hérna. Þetta eru 2 meistara, annar heiti Jürgen Mütschel og hinn er Dominic De Leon. Þetta er German trans duo. Já, bara Horbjörn. Kalla sér Du Monde. Það er ógæslega lagast að setja á. Þetta er nú bara að heitast þegar í dag. Bloodlines. Þetta er almátt. Þetta er tónlist. Fólk að koma í stuð.
Robin Thicke, Pharrell og fleiri hér með Blurred Lines FM 95 Blöð. Nei, það sömur í þessu maður. Svona fílingur. Fílar þetta ekki að því að sungi? Það var sömur í Doom On. Við getum líka bara kíkt í einhverja skemmu hérna og hlusta á menn berri í átna, er tónlist sem þú fílar. Klukkan að verða 6, við Egill búin að vera með okkur síðan 4 í dag og þetta var fljótt að líða. Já, við náðum ekki svona að fara í öll topikin okkar. Nei, við náðum ekki svona að klára allt sem við ætlum að gera. Ég náðu ekki svona að fara í spurt og svarað. Nei, fyrir utan það. Jesus Christ. Búið svo mikið að gera hjá okkur. Varstu búin að fá einhverja rosalega spurningar sendar? 100. Eitthvað sem að blöðpúp þurft að svara? Ég get tjekka betur á þessu fyrir næsta föstu bara. Já, með Váróri að hlusta og byggst ég aftur afsökun á þessu símtala. Næsta föstu dag. Það var Egill sem píndi mig í það. Já, áraði gaman að þessu. Til að loka þessu loksins. Næsta föstu dag 3. maí. Þá eru komnir í maí. Pælti því. Sem frábær mánuður okkur félagana. Já, þetta var svona smá fróðleiksmóli hér í lokin. Pepsi-deildin að byrja. Eurovision, úrslitaleikurinn í meistaradeildinni, mögulega stuðlaballið mitt, ég og ammæli, þú ert með búningapartí og svo líka Keilan og hvað meira, og Keilan þín. Vá, Maí verður stórkostlegur mánuður. Maímánuður er helmingi skemmtilega en hvernig þú áttur að þú ert ammæli ömulegu mánuð. Nei, ég er í júli. Já, hvað er ekki að það? Það er Eurovision þá? Nei, það er í maí. Ammæli mitt er þá. Byrja Pepsi-deildin í júli? Nei, hún byrja í maí. Hún er komin á flug þá. Júli er frábær mánuður. Nei, ömurlegur. Það er komið að lokum, takk hérlega fyrir hlusturinn í dag. Elsku hlustendur. Elsku kæru hlustendur. Já, og eigið frábæra helgi. Takkið vel á móti Rikka hér eftir smástund og við heyrumst á mánudaginn. Það verður Björn Bragi mættir hér. En þar til næst, það er sem allra best og gangi ykkur vel helgina. Þeir sem eruð í kosningabaráttu, gangi ykkur vel. En við viljum gangi ykkur vel. Það er ekki fallegt hjá mér. Við viljum enda þetta eins og hér á einu gömlu góðu. Þetta er lagi á leiðinni heim. Það er með Kvarasi. Og Polar Beer, léttöl. Hægri grænir ætla að lækka áfengisaldur í 18 ár. Hægri grænir. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Sperrkinnir. Lifandi tónlist allar helgar. Górillan, Austurstræti. Kvenfrelsissinnar, stöndum saman. Kjósum samfylkinguna. XS. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistastöð.